Komið sæl og blessuð og gaman að sjá ykkur svona mörg hér í þessu sumarlega veðri á vinnustofu Kjarvals. Sumar er sannlega komið og ég óska ykkur gleðileg sumars öllum. Við erum að koma saman hér í upphafi annars starfsárs bókaklúbs spursmála. Við vorum hér fyrir mánuði síðan eða þar bil í gamla sjálfstæðissalnum að ræða Grænland og bækur sem við höfum tekið fyrir varandi þau mál. Nú höfum við beint sjónum okkar í aðra átt og ég verð að koma með þá játningu að þegar ég fekk hugmyndin að stofnun bókaklúbs spursmála og þessum viðburðum þar sem hugmyndin var að ræða við menn bækur, þá var Hannes Hólmsteinn Gissurarson fyrsti maðurinn sem að ég ákvað að fá í settið. Það hefur hins vegar tekið dálítinn tíma að fá hann á svæðið, ekki bara vegna þess að honum finnst skemmtilega að vera á Copacabana ströndinni heldur en hér í íslenska veðrinu. Heldur líka vegna þess að bókin sem að mig langaði til að ræða við hann alveg sérstaklega, Frelsið eftir John Stuart Mill, hefur nokkur skeið verið ófáanleg í bókabúðum. Og ástæðan fyrir því svo að þetta er bók sem að selst jafnt og þétt hefur gert allar götur frá því að þessi þýðing kom út 1970 í bókaklúbbi eða bókaflokki lærdómsrita bókmenntafélagsins. Ég held að þetta sé, ef maður rétt 7. prentunni núna og það er vel. Og ég hef líka persónulega reynslu af þessari bók, ég hef gefið hana margoft í tækifærisgjafir til ekki síst vinstri sinnaðra vina minna sem að ég vilja svona rétt aðeins kúrsinn hjá og ekki tekist kannski svona með beinum orðum. En þetta er bók sem að ég las fyrst þegar ég var í Verslunarskóla Íslands. Ég á bara minningar frá því þar sem ég satt upp í sófa í Barðavegi 30 og heimili afa míns og ömmu þar sem ég bjó og kynnti mér þetta verk. Fyrst auðvitað innganginn sem að er áhugaverður og merkilegur en mun sæta harðri gagnrýni hér síðar í kvöld ef ég þekki viðmælanda rétt. En svo verkið sjálf sem að kveikti hugmyndir og hugrenningar og spurningar það hvað er að vera frjáls maður. Í daglegu lífi þar sem við erum að göslast í gegnum daginn þá finnst okkur við oft vera frjáls og oftast og í flestu, bæði hvað varðar hugsanir, orð og gjörðir, en oft og tíðum kemur upp úr dúrnum að svo er alls ekki. Og það er sótt að þessu frelsi með ýmsum hætti alla daga, auðvitað út allan heim. Stundum er það augljóst, en stundum er það alls ekki þannig. Stundum er þetta klætt í búning og stundum berjast menn gegn frelsinu með einhvern veginn frelsis hugsjónin að vopni. Nefni eitt einfalt dæmi hugmyndir núverandi stjórnvalda að stýra verðlagi á eldsneyti. Þar sem að menn vilja að ráðherra geti ákveðið hvað bensínlíturinn kostar á Íslandi. Og ef ráðherra getur ákveðið það, þá hlýtur hann líka að geta ákveðið verðið á mjólkinni eða öðru slíku, jafnvel bara negróníunum sem að Hannes afþakkaði en ég þáði hér á barnum. Við fáum okkur einn slíkan eftirveitir. Þannig að við ætlum að ræða hér verkið Frelsið eftir John Stuart Mill sem að kom reyndar út fyrst í íslenskri þýðingu á síðari hluta 19. aldar en síðan í þessari núverandi þýðingu 1970. Hvaða þýðingu kenningar Mill hafa haft á samfélagið okkar og auðvitað styrkleika og galla þeirra. Nú er Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor emeritus, auðvitað okkur öllum velkunnur, en hann getur sömu náttúru og annar fyrrverandi prófessor við Háskóla Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson sem ég hef tekið viðtal við og þetta mun að virka þannig að ég kynna hann hérna inn og svo mun ég bara þakka ykkur fyrir í kvöld þegar hann er búinn að ljúka sér að því að ólíkt því sem oftast gerist þá mun ég ekkert komast að. Velkomin Hannes. Já, þakka þér. Og takk fyrir að gefa þér tíma til að vera með okkur hér í kvöld. Segðu okkur kannski áður en við förum að flysja utan að kenningum Mills. Hvaða ritgerð er þetta? Hvaða maður er þetta? Úr hvaða jarðvegi er þetta áhrifamikla verk sprottið? Ég held að þegar við skoðum John Stuart Mill þá er hann talinn vera í senn frjálshyggjumaður, libertarian og nytjastefnumaður, utilitarian,
En það má leiða rök að því að hann sé hvorugt og ég mun nú gera það síðar í kvöld. En hann auðvitað sprottin úr jarðvegi nytjastefnunar í Bretlandi sem að Jeremy Bentham og James Mill eldri, faðir hans, lögðu drög að og hann hlaut mjög óvinnilt uppeldi eins og Þorsteinn Gylfason rekur nú ágætlega í formála bókarinnar. Hann byrjaði strax að læra og var altalandi og grísku þegar hann var 30 ára og það sem gerðist síðan að hann tvítugt fekk hann taugaáfall og hann fekk taugaáfall vegna þess að hann áttaði sig á því að nytjastefnan, sú skoðun að það sem ætti að gera vera að hámarka ánægjuna í lífinu, að hún var sálfræðilega ekki rétt því að þú verður að hafa eitthvað meira að keppa að heldur en bara nytjar eða ánægju. Raunar sagði hann það sjálfur að það veri betra að vera óánægður Sókrates en ánægt svín og það er auðvitað kjarni málsins. Þannig að John Stuart Mill, hann elst upp við nytjastefnu en hann hafnar henni óbeint og mjög hóvarlega í þessu riti meðal annars. Ég get nú farið betur yfir það seinna. En ef við reynum að velta fyrir okkur hvað er lifandi og hvað er dautt í kenningum John Stuart Mills, þá myndi ég svara því að það sem er lifandi er hinn vel rökstudda málsvörn hans fyrir málfrelsi og hugsunarfrelsi. Það stendur vel í dag eins og það gerði á sínum tíma. Hver eru þessi rök? Þau eru að það séu til 3 möguleikar. Einn er að við höfum rétt fyrir okkur. Nú og þá auðvitað á ekki að meina okkur þess að tala, því að þá er mannkynið svipt eins og hann orðaði í frelsinu, mjög dýrmætri yksinni sem er hinn rétta skoðun. Í öðru lagi þá eru sumar skoðanir þess eðlis að það er sannleikskjarn í þeim á báða bóga og eitt af dæmana sem John Stuart Mill tekur í frelsinu er togstreitan á milli frjálslyndis og íhaldssemi. Hann segir báðar þessar skoðanir hafa nokkuð til síns máls. Nú í 3. lagi, og það er það sem mér finnst nú kannski merkilegast John Stuart Mill, þá segir hann við höfum ekki heldur að banna rangar skoðanir vegna þess að réttar skoðanir þær styrkjast þegar þeir spreita sig á að rekja þær skoðanir sem eru rangar. En nú er það að vísu svo að skoðanir okkar á því hvað séu réttar skoðanir og hvað séu rangar skoðanir þær breytast. Sumt er þannig að við sjáum í dag að það er fáránlegt. Við getum tekið mannkynbótastefnuna sem var mjög í tísku hjá vísindamönnum upp úr 1920 eða þá skoðun lækna á sínum tíma að magasár væri vegna streitu og það er fjöldinn allur af raungum kenningum. Þetta áttaði nú John Stuart Mill sig á og í rauninni eru rök hans fyrir málfrelsinu það sem kallaður á ensku fallibilismi eða við getum sagt efahyggja, við vitum ekki hvað er rétt og hvað er rangt. En ég legg áherslu á þetta 3. atriði hjá Mill vegna þess að það er sterk tilhneiging til þess okkar dögum að reyna að banna skoðanir sem að virðast vera rangar. Til dæmis í háskólum þá er ekki hleypt í gegn í styrkjum og stöðuveitingum ýmsum skoðunum eins og þeim að ekki séum að ræða hamfarahlýnun, heldur geti vel verið að loftslag ráðist að mjög miklu leyti af gangi sólar og sólblettum og öðru slíku. Það er bannfærð skoðun. Eitt dæmi raunar bannfærða skoðun sem að mér dettur nú í hug núna sem að mér finnst John Stuart Mill kannski hafa ég veit hvar hann hefði staðið þar. Það var, þó að ég var alls ekki sammála honum þar, það var lýðveldisstofnunin 1944. Þá var nánast útilokað fyrir menn að andmæla lýðveldisstofnuninni. Það var til hópur manna sem kölluðu sig lögskilnaðarhreyfinguna og í henni voru menn eins og Árni Pálsson prófessor og Sigurður Nordal og fleiri. Þeir fengi ekki að tala í útvarpi fyrir skoðun sinni. Og það voru allir merktir sem voru búin að kjósa og mesta kosningaþáttaka í bara Íslandssögunni í þeim kosningum þegar að stjórnarskráin var samþykkt. Og Hannibal Valdimarsson sem var einn af örfáum stjórnmálamönnum sem var þeirra skoðunar að við ættum að bíða til stríðsloka og stofna þá lýðveldi, hann gaf út greinasafn þetta sem hann kallaði einmitt bannfærð sjónarmið. Og þarna var þetta dæmi, ég er sammála þeim sem vildu stofna lýðveldi
strax árið 1944 vegna þeirra óvissun sem var framtíðarstöð Íslands. Ég held að þeir Ólafur Thors og Bjarni Benediktsson og Pétur Magnússon og þeir menn hafi haft rök sín megin fyrir því að stofna lýðveldi. En þarna var skoðun sem var bara bönnuð og þetta það sem er hættulegast og við sjáum þess að tilhneigingu í dag að útskúfa skoðunum af því að mikill meirihluti er andvígur þeim. Þannig að rök Mills fyrir málfrelsi standa enn fyrir sínu. Ég myndi nú enga síður gera smá athugasemd. Þetta hrífur alltaf ungt fólk rök hans fyrir málfrelsi. Athugasemdin er sú að hann var auðvitað þeirra skoðunar að allt þjóðlífi væri svo eitt risastórt málfundafélag. Þannig að hann var með málfrelsi og hugsunarfrelsi en fyrir venjulegt fólk út í þjóðfélaginu þá er frelsi til athafna, frelsi til að velja, frelsi til að framleiða, neyslufrelsið, það er miklu mikilvægara því það er frelsi hins daglega lífs. Það eru mjög fáir sem sækja fundi og finna fyrir því að málfrelsið er skert, það er aðalega menntamenn og hann talaði svona aðalega fyrir þá. Enga síður er það svo að það er nauðsynlegt að leyfa skoðunum að koma fram og mér finnst að einu hömlurnar sem ég vera á því er að menn megi ekki skaða aðra með meiðyrðum. Hannes, ein spurning í þessu, að því að þú segir að athafnafrelsið sé mikilvægara heldur en tjáningafrelsið, þá eru margir sem að halda því fram að tjáningafrelsið sé grundvöllur alls hins, þar að segja ef að tjáningafrelsið skortir, að þá hafir heldur ekki athafnafrelsið, en eftir þeirri skoðun að það kunna vera að þú hafir athafnafrelsið, þó að menn bannið þeir að vera á rangri eða óvinsætli skoðun. Já, og það er nú til dæmi með þetta, til dæmis við getum tekið innræðsstjórn Pinochets í Síle, þar var atvinnufrelsi, en þar var ekki mjög mikið málfrelsi og það þjóðfélag þróaðist áfram, alveg á sama hátt og þeir Hayek og Friedman sem að koma ánga báðir, vonuðu, þeir sögðu, ef við leyfum atvinnufrelsið, ef við leyfum miðstétt að myndast, þá mun smám saman myndast krafa hjá þeirri miðstétt fyrir því að leyfa líka málfrelsi og lýðræði, þannig að lýðræðið kemur eftir. Þannig að ég held að ég verða að standa við það að það sem skiptir mestu máli, það er atvinnufrelsið, en það sem skiptir langmestu máli, það er frelsi til að skapa, frelsi til þess að gera tilraunir, frelsi til þess að koma fram með nýjungar og ef við hugsum það eins það mál, þá sjáum við það sem ég er ekki alveg vissum að Mill hafi áttað sig á eins mikið, þó að væri mikill málfrelsi sinni, hvort verða nú fleiri tilraunir gerðar ef allir peningar sem eiga að renna í nýsköpun eru í höndunum einhverjum einum sjóði sem er með 10 manna stjórn eða þetta skiptist á 1000 kapitalista. Og ég held að ef að fjármagni sem er til nýsköpunar skiptist á 1000 kapitalista, þá munu vera gerðar 1000 tilraunir, en ef allt er þetta í einum sjóði, þá munu 6 menn mynda meirihluta og þeir munu veita styrki til þeirra sem eru með bestu PowerPoint-sjóin. Má ég gera eina athugasemd við þetta, Hannes? Bara eina. Þú talar mikilvægi frelsisins til að skapa. Er það ekki tjáningafrelsi? Af því að þú ert að lagskipta þessu eða skipta þessu niður í ólíka kategóriur. Ef að mig langar til að skapa eitthvað, annarkvort nýsköpun í vöruþróun eða hugmyndum, það er tjáningafrelsi. Þá ertu náttúrulega að nota orðið tjáning í mjög víðri merkingu. Þannig að þegar menn stofna fyrir geta ekki þá sem að tjá sig og ég hef svo sem ekkit við það aðtuga og síst af öllum myndum við detta í hug að halda að veri togstreita á milli þessa tvenns. Ég er engung að segja það að það sem er frumlægara er held ég atvinnufrelsið og frelsið til þess að skiptast á vöru og þjónustu á frjálsum markaði. Og þá komum við að því að þó að Mill væri frjálshyggjumaður að miklu leyti, þá var eitt sem að hann var óánægður með og gerði athugasemd við, það var frelsi manna til að eiga stórar jarðir. Hann segir þeir sem eru bara landeigendur og leigja jarðirnar sína, þeir eru bara að hirða afrakstur af vinnu annarra. Hann var með öðrum orðum Mill að mörguleiti í Principles of Political Economy sem kom fyrst út árið 1848, þá var hann að sumuleiti georgisti. Það er að segja maður sem taldi að auðlindir ættu að vera í eigu ríkisins en ekki einstaklingarna, miskusti land. Og hann var líka ekki hlynntur, held ég, atvinnurekendum
eða framkvæmdamönnum, hann hafði ekki tilfinningu fyrir því hvað þeir eru ómetanlegir í þjóðfélaginu. En þá ætla ég að víkja að öðru máli, það er frelsisreglu Mills sem hann setur fram í frelsunum. Hún er í fæstum orðum að menni hafa frelsi til alls þess sem ekki skadar aðra. Og menn hafa nú mjög rætt þessa skoðunæs og sumum finnst hún vera óskýr, öðrum finnst hún vera óraunhæf, óskýr vegna þess að hvað skadar aðra, hvað er það sem þú gerir sem skadar aðra, það með endalaust deilum það, og óraunhæf vegna þess að afleiðingarnar af reglunni ef henni beitt alveg rökrétt og út í ystu æsar séu óviðnandi. Ég er nú ekki sammála mönnum með það. Það sem ég hins vegar myndi gera athugasemd við í frelsisreglu Mills eins og hann leggur hana fram sama athugasemd og ég myndi gera við nytjastefnu almennt. Það er að nytjastefnumenn og þeir hagfræðingar sem að fylgja mjög harðri peninga og nytjastefnu, þeir ger ekki greinarmun á lofsverðri og lastverðri framkomu. Fyrir þeim þá skiptir bara máli hvað þú ert með að peningum í vasanum en ekki hvað þú ert vera eða gera. Og fyrir þeim þá eru klámyndaleikkonan og hjúkrunarkonan jafngildar. Það er eina sem skiptir máli, það er kaupmáttur þeirra. Þannig að þeir hafa ekki það til að bera og mér finnst það eiga við mjög marga nytjastefnumenn að viðurkenna mannlega lesti og mannlega syndir. Þess vegna tel ég að heilagur Tómas á Aquinas sem að semur samtímaður Snorra Sturlusonar, hann hafi haft réttara fyrir sér þó að reglunum sé svipuð hjá þeim báðum, en aðkoma hans var önnur þegar hann segir, heilagur Tómas, löggjafinn hann á að átta sig á því að við mennirnir eru syndarar, við syndgum, en það eina sem löggjafinn á að gera refsivert og vera á móti, það eru þær syndir mannana sem bitna á öðrum, til dæmis þjófnaður eða ofbeldi eða morð. Þannig að löggjafinn á að láta sig það eitt varða. Þannig að niðurstaðan hjá heilugum Tómas Aquinas og John Stuart Mill er í raunin hins sama, en aðkoman er önnur vegna þess að heilugur Tómas, hann átta sig á því að syndin er til og sumt af því sem á ekki vera refsivert, það er hins vegar alls ekki lofsvert. Og þetta er eitt dæmið af mörgum það. Afneitar þá Mill syndinni? Leggur hann alla hluta á jöfnu? Já, nytjastefnumenn gera það því að fyrir þeim er lífið reikningsdæmi. Það sem átt bara að hámarka ánægjuna. Og þá kem ég að því einu af kærumálunum gegn mér í Háskóla Íslands. Það er þannig að ég var að ræða nytjastefnuna við nemendum mína. Og ég var að andmæla nytjastefnu, gæta því að vera að andmæla nytjastefnu. Og ég sagði, ef við tökum nytjastefnuna bókstaflega, þá gætum við sett fram dæmi þar sem að heildar ánægjan í heiminum myndi aukast við ákveðna við nauðgun, vegna þess að það gæti verið að nauðgarinn hefði meiri ánægja því að nauðga heldur en til stúlkan sem að nauðgar. Og þetta myndi auka heildaránægjan í heiminum og þess vegna væri þetta réttlætanlegt samkvæmt forseta nytjastefnunnar. Og þá er ég kærður fyrir að mæla með nauðgun. En þetta var einmitt dæmi gegn nytjastefnunni. Þetta var dæmi það að vera hugsanlegt að það myndi gerast. Ég ekki þótt þessi kæra leiðileg, Hannes. Ég sé það á þig bara hvað þú finnur til undir þessu öllu. Ég bara verði að játa það að ég gat nú ekki tekið þetta alvarlega, en ég kem nú að fleiri kærum núna því að ég reyndi auðvitað þegar ég var að kenna, þá var ég að reyna þanþol kenningana, athuga hversu langt mætti ganga. Og við skulum taka frelsisreglu Mills og dæmið sem að ég tók stundum og það er klassískt dæmi í stjórnmálaheimspeki. Það var líka tekið í öllum kennslustuðum sem ég var í Oxford Háskóla og svo framvegis, en það var vændi. Og spurningin er svo, ef við beitum frelsisreglu Mills, ætti þá að leyfa vændi. Hverja skaða menn með vændi?
og það eru til rök, vissulega. Ein rök fyrir því að aðrir skaðist á því að leyfa viðskipti þegar að konur selja körlum blíðu sína er niðurlægingarökin sem eru að þetta feli í sig niðurlægingu á konum. Já, það er át að vera sig áhugavert og þá kem ég að einu dæmi sem að fór í Hæstarétt í Kanada og það var kona sem rak vændishús og vændiskonurnar hjá henni, þær voru svonefndrar dominatrix. Það er að segja konur á háum hælum í leðurklæðum sem að lömdu með svipum karlana sem að skriðum á 4 fótum og letu niðurlæga sig. Og ég spyr hérna, er þetta niðurlæging kvennanna? Er þetta ekki mjög frekar að menn greiða fyrir þessa niðurlægingu? Hvað segir þú það, Hannes? Ég tel það nú alveg augljóst að svo sé og þetta mál fór fyrir Hæstarétt í Kanada og Hæstaréttur sýknaði konuna og vændi varð löglegt í Kanada. En það sem að önnur rök gegn vændi, sem er alveg sjálfsagt að ræða, það er arðránsrökin. Vegna þess að konur eru yfirleitt ekki slíkanlega sterkar og karlar og verða stundum að leita sér skjóls hjá mönnum sem að gera þar út. En þau rök eru núna orðin miklu veikari en voru þegar ég var að kenna vegna þess að núna er vændið og raun og klámi líka komið inn á netið og milliliðirnir sem að arðrændu vændiskonurnar í gamla daga þeir eru nánast horfnir þannig að þessi rök og niðurlægingarrökin þau eru ekki mjög sterk rök í dag en rökin síðan kom ég með ein mannúðarrök fyrir vændi og það var fyrir það sem ég var kærður það var að það væri til hópar í þjóðfélaginu sem ekki gætu útvega sér rekkjunauta eftir frjálsu vali. Það væri til þess fólk sem að væri þjáðist á offitu eða væri með líkamslíti eða væri mjög ófrýnilegt ásýndum. Og eina leiðin fyrir það fólk til þess að útvega sér kynlíf er að greiða fyrir það. Þannig að þetta voru mannúðarrökin fyrir vændi. Og ég var kærður fyrir fitufordóma. og ég get bara ekki ég get engu bætt við þetta en Hannes, ég lét senda hérna til Ginn og Tónu fyrir út þessum umræðu. Nei, hérna að háskólayfirvöld þau gerðu þetta ekkert með þetta voru aukafeministar sem kærðu mig fyrir þetta en gætaðu því hvað ég er þó að segja ykkur það er það að ég tel að sumt sem fólk gerir sé lastvert en ekki lofsvert og nýtjastefnan tekur ekki nægilega tillit til þess. Það er löstur á mönnum, það er ein af dauðasyndunum 7 er losti, önnur er til þess öfund. Hugsa það heilu stjórnmálaflokkarnir sem eru stofnaðir í kringum öfund sem er ein af dauðasyndunum 7. Þannig að við megum ekki glata þessari tengingu upp á fortíðina að tala syndina og ég til mig þegar skoðunar að vændi sé lastvert en ekki lofsvert og það þó eigi að þola það, þá ekki að vegsama það. Þannig að ég tek það fram það. Nú síðan má við ræða ýmis önnur mál eins og öryggisbelti í bílum, nefaleika. Nefaleika voru bannaðir hér á Íslandi, kröfur lækna 1956. Það voru nokkri læknar á öllum flokkum sem baru frá frumvarpi það, nú er búið að leyfa það nokkru leyti. Það er sama ár og Alþýðubandalagið var stofnað? Já, það var nú einn góður sjálfstæðismaður sem bar fram frumvarpið ásamt Alþýðubandalagsmanni, Alfred Gíslason í Keflavík og Kjartan Ólafsson í Ísafirði og fleiri, þeir baru þetta fram. Sjálfur er ég nú ekki hlynntur í nefaleikum. En mér finnst það ekki falleg íþrótt, en mér finnst ekki að banna hana og ég bent á það hérna í kennslunni, ég hún ekki kærði fyrir það, en ég bent á það að gæti alveg verið að það væri til einhverjir strákar sem hefðu gaman af því að tuskast við aðra og það væri betra að þeir gerðu þau upp á sviði fyrir borgun í nefalekum heldur en að færi niður í bæ klukkan 3 nætuna til þess að berja fólk. Það væri svona skynsamlegra. Nú gera menn hvoru tveggja? Það kann að vera, en síðan sagði ég með öryggisbeltin í bílum að rannsóknir hafa sýnt það að menn taka óafvitandi meiri áhættu ef þeir eru í öryggisbeltum, þannig að það sem gerist er að slysinn flytjast til frá þeim sem eru í bílunum og til vegfarandan. Það eru nokkrar rannsóknir
sýnt fram á þetta. Ég er ekkert viss um að það er svo endalegu sannleikur í þessu, en það má svona rökræða þetta fram og tilbaka og ég reyndi að gera það í tímum hjá mér að svona velta upp alls konar flötum á þessum málum eins og með frelsisregluna. Mér þykir afar leitt að hafa aldrei setið tíma hjá þér við Háskóla Íslands. Þú varst bara ekki að kenna við guðfræðadeildina sem þú hefði þótt að gera þetta. En færum að þú talið að Mill sjálfum á verkinu. Þetta kemur út 1858, ef maður rétt? 59. Eða 59. Hvaða áhrif hefur verkið sem slíkt haft? Ruddið þetta braut sem að mótaði Vesturlönd með öðrum hætti? Þannig oft talað Max Weber og hugmyndin kapitalismann og auðvitað siðbótina og hvernig við náum að greina milli ríkis og kirkju á 16. öld. Hefur frelsið markað þannig spor í hugmyndasögu okkar og samfélagsþróunina? Nei. Ef við lítum á hverjir hafa haft áhrif, þá eru það Páll Postuli, John Locke og Adam Smith og Karl Marx. Þeir eru áhrifamiklir. En John Stuart Mill, ég segi hins vegar eitt um þá bók, þið skulle lesa þessa bók, hún er afar þægileg og létt aflestrar, vel skrifuð og mörg rökin sem hann er með eru mjög góð, en áhrif hennar hafa í rauninni einskorðast við menntamenn. En hinir sem ég nefndi hérna, John Locke, hann mælir með byltingunni blóðlausu hérna 1688 og ég er nú með þá kenningu raunar að John Locke hafi gert annað en að færa í letur germönsku arfleiðina sjálfstjórn ættflokka. Adam Smith var tvímælalaust áhrifamikill. Þó var það svo að einn af mínum gömlu lærifeðrum, George Stigler, sem fekk Nóbelsverðlaunin í hagfræði, hann spurði dálítið góðra spurningar Adam Smith. Hann sagði, afnámu menn korntollinn í Bretlandi vegna þess að þeir eru lesið auðlug þjóðana eða vegna þess að neytendur voru áhrifameiri heldur en framleiðendur korns? Góð spurning, ég get ekki alveg svarað henni. Þeir deildum þetta mikið, hann og annar lærifeður minn, Milton Friedman. Það er að segja mátt hugmyndana. Hvort er það hagsmunir sem reka okkur áfram eða hugmyndir? Og Friedman var þeirra skoðun að vera hugmyndirnar, þannig er það að breyta hugmyndunum. Stigler var þeirra skoðun að vera hagsmunir. Og Milton Friedman, hann kom hingað til Íslands árið 1984 og hann sagði við okkur, þið verðið að breyta hugmyndum manna vegna þess að stjórnmálamennirnir, þeir eru fangar viðtekinna hugmynda og þið haldið alltaf að það sem skiptir mestu máli sé að velja stjórnmálamenn sem séu réttu mennirnir. En réttu mennirnir gera röngu hlutina ef að tíðarandin er þannig að það borgir sér fyrir það að gera röngu hlutina. Þannig að það sem þið þurfa að gera er að breyta hugmyndunum og tíðarandanum þannig að hvort sem það eru réttu eða röngu mennirnir sem að veljast til valda, þá munið þið gera réttu hlutina. Hannes, ein spurning út frá þessu, að þú segir að bókina hafi aðeins haft áhrif á menntamenn. Það var ógleymanlegt 2009, þá hitti ég Mart Laar, fyrsta forsætisráðherra Eistlands eftir uppbrot Sovétríkjanna. Hann var nú doktor í sagnfræði og skrifaði merka doktorsritgerð gömlu borgarmúruna í Tallinn, en hann les bók eftir Milton Friedman flatan skatt og þeir eru þarna í algjöru upplausn að stofna sjálfstætt ríki og þeir setja á flatan skatt. Svo fer hann að fara í opinbera heimsókn til annarra Evrópuríkja og fer að spyrja hvernig þeir hafi útfært sitt flata skattkerfi og enginn hafði verið með flatan skatt og þetta kom alveg að fjöllum með þetta. Hann taldi eftir að hafa lesið bók Friedmans að þetta verið svo augljóst að menn ætti að hafa þetta svona að aðra þjóðir hlyti að vera með flatan skatt. Þarna er einn menntamaður sem að þú svona hálft í hvoru tala niður til, heyrist mér, sem að les bók og miskilur heiminn en breytir landið til góðs og það er ríki sem hefur siglt seglum þöndum síðan þá. Hefur frelsi mögulega gripið einhverja slíka menn sem að hafa síðan tekið frelsishugsjónun á þessum grunni og haft jákvæð áhrif með afgerandi hætti fyrir samfélagið okkar? Það sem gerðist þar var að ófrelsið kenndi þessum mönnum lexíuna. Ég þekki vel Mart Laar, hann kom til Íslands og flutti ræðu hér á þingi Montpellier-samtakana sem ég skipulega árið 2005 og ég las bókina hans hvernig þeir breyttu öllu í
í Eistlandi og sama gerði Václav Klaus í Tékklandi, þannig að það sem gerðist var að þeir urðu móttækilegir fyrir þessum hugmyndum vegna þess að þeir eru lært svo mikið ófrelsið. Og þegar Solzhenitsyn hitti Friedrich von Hayek, annan læriföður minn, í Stokkólmi árið 1974 þegar að hann hefði nú fengið Nóbelsverðlaun nokkrum árum áður en verið bannað að taka við þeim, Solzhenitsyn, þannig að þegar þeir ráku nú landi árið 1974 þá kemur þetta til Stokkhólms og þeir tala saman og Solzhenitsyn sagði við Hayek, leiðin til ánauðar eftir þig, hún lýsir alveg nákvæmlega Ráðstjórnaríkjunum eins og ég hafði reynslu af þeim. Þannig að Mark Lahr, Václav Klaus, Alexander Solzhenitsyn og þessi menn, þeir lærðu af ófrelsinu hvert gildi frelsisins. Vegna frelsið er aldrei eins og andrúmsloftið að það ekki finnir þú hættir að geta andað sem þú verður var við að þig að við skorta. Og það sem gerist með þessa menn, það er alveg rétt hjá þér, að þeir lesa Hayek og Friedman og þeir hrífast af því og þeir hrindi í framkvæmd þeirra skoðunum. Og þá komum við að því sem er kenning Mills, sem ég held að selva rétt kenning, það er ekki nóg að hafa hugmyndirnar, það verður að sá þeim í frjósama jarðveg. Hann sagði, ideas are not enough, they have to conspire with circumstances. Þau verða að, hvað maður að kalla það, þau verða að falla saman við aðstæðunar. Og það var það sem gerðist til dæmis hjá Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Hugmyndirnar sem þau tóku upp voru hugmyndir sem hefur verið á sveimi áratugum saman, jafnvel öldum saman. Frederick Bastiat á 19. öldinni, hann setti fram hugmyndir viðskiptafrelsi. En það sem gerist eftir að keynesismin verður gjaldþrota upp úr 1970, að þá verður aðstæðurnar miklu betri fyrir þessar hugmyndir. Þannig að það sem ég ætla að segja þetta, að hugmyndir eru nauðsynlega, það er alveg rétt. Og ég hef kannski stundum gert og lítið úr menntamönnunum og það er vegna þess að ég læriði það af Hegel að fugl viskunar tekur svo loft þegar rökkva tekur. Hvað á ég við með því? Það sem ég á við með því að hugmyndir okkar eru oftast ekkert annað en eins konar stytting á því sem hefur verið að gerast eða einhvers konar túlkun okkar á þeirri tilvist sem hefur verið að gerast áður. Þannig að mikið því sem við heldum þessu hugmyndir ekkert annað en eins konar tilraunir okkar til að festa í letur þar sem þegar hefur orðið eða við sjáum hafi verið að gerast. Þannig að þess vegna held ég að við menntamennirnir við höfum átt að tilhneigingu til þess að gera of mikið úr okkar hlut og of lítið úr sjálfri tilverunni sem stærsti höfundurinn og menntamaðurinn í heiminum. Háskóli Íslands ekki miðpunktur alheimsins eins og Silja Bára Ómarsdóttir vill menna? Það er nú mjög margt gert gott í Háskóli Íslands, sérstaklega í raunvísindunum, en við höfum séð allan heim dálítið óvænta þróun á 2 sviðum sem hefðu komið mér algjörlega óvart í gamla daga. Annað að dómarastéttin orðið róttæk. Það hefur valist inn í dómarastéttina mannkynsfrelsarar sem að telja að það að beita dómum sem eins konar löggjöf til þess að koma fram þeirra fordómum. Og seinna atriðið að nánast allir prófessorar í hugvísindum og félagsvísindum á Vesturlöndum, ekki bara á Íslandi, eru róttækir vinstrimenn. Og ég kann að vísu skýringar á þessu og Robert Nozick kom fram með eina góða skýringu í ritgerð sem heitir Why the Intellectuals Oppose Capitalism. Hann sagði, hverjir eru menntamenn? Það eru þeir sem gekk vel í skóla og kennararnir letu upp á 5 stjörnur og svo voru þeir kallaðir upp og þeir voru að lesa ritgerðarnar fyrir hina. Þeir sátu þarna við hliðina á strákum sem voru ekki eins miklu námsmenn en urðu kannski bifvélavirkjar eða ráku lítil fyrirtæki í bílskúrum og höfðu 2-faldar eða 3-faldar tekjur þegar út í heiminn var komið en gáfnaljósin í háskólunum sem settust á tossabygg tilverunar. Og gáfnaljósin, þau undu illa þessu hlutskipti sínu
að vera með þriðjung af tekjum þeirra sem sátu við hliðina á þeim og kennararnir héldu ekki upp á. Þannig að menntamennirnir eru stundum fjandsamlegi kapitalismannum því að kapitalismin gerir það sem að ég var nú að skamma hann fyrir hérna áðan, hann gerir ekkit greinarmun á mönnum eftir því hverjir þeir eru eða hversu góðir þeir eru eða hversu gáfaðir þeir eru. Hann spyr aðeins að einu, hvað getur þú gert fyrir mig? Og þetta eru auðvitað ekki aðeins löstur, heldur líka kostur vegna þess að hvergi hafa minnihlutahópar eða þeir sem eru óvinsælir betri tækifæri til að njóta sín heldur en einmitt í kapitalismanum vegna þess að kapitalismin hefur ekkert áhuga því hvernig bakarinn er á litin, hann hefur bara áhuga því hvernig brauðið er á bragðið og það er kostur en leið verðum við að áskilja okkur rétt til þess að hneykslast og þar kem ég að einnig gagnrýni minni á John Stuart Mill í Frelsunum. Það er að hann hefur jafnvel meiri áhyggjur af harðstjórn almenningsálitsins heldur en hann hefur af harðstjórn ríkisvaldsins. Ég held að það sé miklu hættulegra af að ríkisvald sem getur hneftið í fangelsi heldur en að hafa almenningsálit sem kannski fordæmir þig ef þú ert með einhver óvenjulega hegðun. Þannig að þarna myndi ég gagnrýna Mill. En er það þó ekki vandamál, og mér langar til að færa talið að almenningsálitinu. Robert Kennedy sem að þú ert nú sennilega gagnrýnin á, hann sagði í frægri ræðu í Suður Afríku að viljinn til þess að standa á móti fjöldanum, andmæla hinum viðteknu skoðunum, væri fágætar eiginleiki heldur en hugrekki í stríði. Vegna þess að það væri svo erfitt að standa á móti samstarfsmönnum sínum, nágrönnum og samfélaginu heild í svona málum. Þú ert auðvitað ekki maður til að dæma þetta því þú ert búin að vera á móti þessu fólki alla tíð, sko. En er þetta ekki alveg rétt? Það er ógn fólkin í því hvernig samfélagið fer eins og býflugna svermur gegn mönnum og hugmyndum og þakkar niður í þeim. Og ég tala bara reynslu þar, það eru mjög margir sem að þora ekki að tjá skoðanir sem að sennilega eru réttar út af þessum hópum sem er að kæra þig fyrir þína augljósu fitu fordóma og hvað þetta allt heitir. Ég held að sko, þú hefur alveg rétt fyrir það að það er til útskúfun og hún getur verið mönnum sársaukafull en menn verða að læra að taka henni og það sem er náttúrulega langbest að gera það sem Danir gerðu hérna við hernámsyfirvöldin dönsku. Ég var að lesa eitt af áhugamálum mínum er hvernig menn bregðast við hernámi einhverja erlendra þjóðar og Danirnir höfðu eitt vopn gegn nasistunum, það var hláturinn. Þeir hlóaði en þeir gerðu gísaði og ég held að það sé besta leiðin til þess og þá komum við enn öðru atriði sem er dálítið mikilvægt. Jú, það má alveg halda því fram að til dæmis ég hafi orðið fyrir útskúfun þarna í félagsvísindadeild háskólans. Þeir héldu sko boða og kostnað háskólans þar sem að ég var einu mann sem ekki var boðinn sem er dálítið svona, sérkennilegt en og Baldur Þórhallsson sem var deildarforseti, ég sagði, hvaða boð var þetta sem varst með þarna? Já, það hefði bara enginn komið að þú hefðir verið þarna. Og ég sagði nú við hann, heyrðu Baldur, það er nú ekki alveg rétt. Við hefðum nú verið þarna við tveir og svo hefði nú Ólafur Harðarsson sem nú gutti gæi, hann hefði nú komið og Hulda Þórisdóttir og Stefáni Óskarsdóttir og hinir máttu nú bara alveg missa sig. En þetta gerði hann blessaður og ég bara hlóaði þessu því það var ekki tætt að gera neitt annað en þá kem ég að öðrum atriði sem er mjög mikilvægt. Það er að þjóðfélagið er ekki bara hópurinn sem er í kringu þig. Þjóðfélagið er ekki eingöngu bergmálshellinni sem þú býrð í. Það er til svo margir aðrir hópar og ef þeir útskúfaður einum hópi, þá áttu bara að fara inn í einhvern annan hóp. Ef þú tapar orustu á einhverju einu sviði, þá ferðu bara eitthvað annað, einhvern annan vígvöll. En til þess að geta gert það, þá þurfa menn auðvitað að hafa fjölbreytt þjóðfélag með mörgum valdahópum. Og ég sagði alltaf við samkennara mína því að ég var að kenna þeim stjórnmálaheimspeki, jú, ég er ekki í eitthvað klíku, en ég er í annarri klíku. Og þjóðfélagið því betra sem eru fleiri klíkur til sem mann geta hallað sér að. Þannig að það er lausnin á málinu. Lausnin á málinu er ekki að leika eitthvað fórnarlamb og byrja að gráta, því það grætur enginn með þér, það er öllum samum þetta. Lausnin er bara að færa sig eitthvað annað það sem út í meiri metum heldur en hjá þeim sem eru að reyna að útskúfa þér. Segðu okkur söguna endilega að því ég er svo mikið áhuga á deildinu sem þú starfaði við í á þessi ár.
þegar þið voru að ræða kynjahallan meðal prófessorana. Það var já, það var náttúrulega, það er þannig að einu sinni þá, sem oftar þá er kynning fyrir, já, það er eiginlega margar sögur þarna. Einu svo að við vorum sko 5 karlar í stjórnmálafræðinni og svo verið að finna þessu á deildafundi og þá kvaddi ég með hljóðs og sagði, þetta er nú ekki alveg sanngjarnt vegna þess að hver einasti karl er helmingur kona, því að hver einasti karl er getinn af konu og karli, þannig að við erum bara helmingi til karlar og konur. En síðan í öðru lagi höfum við í stjórnmálafræðinni reynt eftir megni að rækta konuna inn í okkur. Og sá sem hefur nú náð bestum árangri því er hann Ólafur Harðarson, eins og sjá má. Og Ólafi varð ekki sel, því að ég sá það á honum að hann svona tóku sér ekkert endalega vel því að hann taldi að verið að efast karlmennsku sína þegar ég var nú eingöngu að svona gera gís og þeir misskildu mig stundum, ég var bara að leggja gott til mála. Í annað skipti var það þannig að það var tilkynnt að Baldur Þórhallsson, samkennari minn, hefði verið settur á Evrópusambandinu sem Jean Monnet prófessor. Og það myndi fylgja því styrkir í háskólanum. Og ég kvaddi með hljóðs og sagði, við þurfum sérstaklega að fagna þessu vegna þess að við getum verið alveg viss það að hann Baldur Þórhallsson, hann mun vinna fyrir hverju einustu evru sem hann fær frá Evrópusambandinu. Og Baldur kom til mér eftir og var að segja, þú varst að ráðast á mig. Ég var ekkert að ráðast á hann, ég var að hæla honum. Átti ég að segja, hann myndi ekki vinna fyrir þessum evrum. En síðan er eitt í viðbót sem ég get nú ekki stilt með að segja, sem tekjum þú öllítið vendisumræðinu hérna áðan, og það er að eitt árið þá var kynning fyrir fyrstásnemana og þá kemur Þorgerður kynjafræði prófessor fram og segir, og í kynjafræðinu þá kennum við allar kyntilhneigingar af mikilli samúð. Og þá hvíslaði ég að einni konuna hvað hvalalosta? Og því miður var nú þannig að þetta var nú ekki mikil vinkona mín svo sem ég hvíslaði þetta að, þannig að hún sagði Þorgerði frá þessu. Og Þorgerði var óskaplega reið og var mikið fjadrafók í kaffinu hjá okkur kennurunum eftir, þegar hún var að skamma mig fyrir að vera að tala um einhvern hlut sem ég hefði ekki nokkuð vita á, Þorgerður. Þannig að það er margt sem að gerast þannig í dildinni, en aðalatrið er, eins og ég hef verið að segja, ekkert að vera neitt að barma sér, heldur bara að hlæja þessu öllu. Þú nefndir nú áðan og varst að vitni í dauðasyndirnar 7 sem er merkilegt fyrirbæri. Einhvern tíma var verið að fjalla þær við guðfræðidildina og það var leiðilegur nemandi sem að spurði í sífellu. Ég hef nú sagt þessa sögu hér held ég áður. Og prófessorinn var orðinn þreyttur, ágættur maður á nemandanum og horfði stíft í augans og sagði, í mínum huga er aðeins ein dauðasynd og hún er svo að vera leiðinlegur. Og þú verður nú ekki sakað það, Hannes. En færum aftur talið að bókinni sem við komum hér til að ræða. Við setjumst niður á Jómfrúnni áðan til þess að undirbúa þetta aðeins og þá færðum við tal eftirmála Þorsteins Gylfasonar. Það sem að hann nefnir hér ákveðna punkta. Mér langar að lesa hérna fyrir ykkur 2 setningar úr þessum eftirmála og fá þið til að bregðast við því. Þar segir hann hér á síðu 222 í nýjustu útgáfu: bókinni hefur verið beitt nokkuð í daglegu þjóðmálaþvarki. Það rekur sig eitt á annars horn eins og vant er, meðal annars hefur þess gætt að menn greini ekki skilin milli Mills og Miltons, nokkurs Friedman, sem er kunnur bandarískur hagfræðingur okkar dögum og skrifar mikið í blöð, en af þeim vígstöðum er tæpast annars að vænta. Hvað hefur þessar trakteringar meistara Þorsteins að segja? Já, það getur bara vel verið að Þorsteinn hafi rétt fyrir sér. Því að ég held að John Stuart Mill hafi, það er mjög margt heillandi í frelsinu og ég mæli mjög með því að lesa þá bók. En ég held að hann hafi kannski verið að mörguleiti, því að hann vildi auðvitað vera sanngjarn og víðfeðmur andi, þá hafi hann verið tvíræður. Ég held að hann hafi verið í senn frjálshyggjumaður og jafnaðarmaður. Þannig ég held að Þorsteinn hafi haft dálítið til síns máls. En það er hins vegar mjög fróðlegt að lesa rit sem hann samdi seint á ævinni sem heitir Chapters on Socialism, þar sem hann segir sennilega nú sósíalismi það sem koma skal vegna þess
að fyrirtæki sem verkamennirnir eiga sjálfur og reka, þar verður svo mikið starfsgleði að þau verða arðbærari heldur en önnur fyrirtæki. Hann hafði nú ekki rétt fyrir svona það, vegna þess að hann vanmat dálítið framkvæmdamennina, atvinnufjárfestana, uppfinningamennina og aðra slíka, en gætum að því sem dálítið mikilvægt og sem að sést vel af þessari klausans chapters on socialism. Það ekkert að sósíalisma ef þeir velja bara sósíalisma fyrir sjálfan sig en ekki aðra. Hann Guðmundur Magnússon háskólarektor, hann sagði einu sinni, ég bindindismaður fyrir sjálfan mig en ekki fyrir aðra. Og það sem sósíalistarnir eiga að gera, það að ef þeir hafa áhuga að vera sósíalistar, þá bara stofna þeir sammerkjubú eða önnur slík fyrirtæki. Og Robert Nozick sem ég nefndi hérna áðan og ég kynntist og var alveg stórkostlegur maður, hann skrifaði líka einu sinni grein sem heitir Hversu margir myndu velja sósíalisma? Og hann sagði þetta svar við því. Þetta hefur verið prófað. Sammerkjubúin í Ísrael eru sósíalismi. Og það svona 6% Ísraelsmanna sem velja að vera inn í sammerkjubúum og eiga allt sameiginlegt og starfa eins og þeir eftir getu og fá eftir þörfum eins og var uppskriftin hjá Karli Marx. Þannig að það voru bara 2,4% sem að kusu Vinstri græna síðast. Já, en sko kapitalismin umgjörð utan frjálst val einstaklingana og ef frjálsa val einstaklingana sósíalismi, þá hefur við bara ekkert við það aðtuga. Hvenær munum við sjá verk Nozicks koma út í íslenskri þýðingu? Ég byrjaði nú á bókinni Anarchy State and Utopia sem hann skrifaði, sem alveg frábær bók, byrjaði þýðana en ég bara hef ekki komið í verk. Af hverju ekki, Hannes? Ég meina, hvað liggur eftir þau? Bara ekki neitt. Bara ekki neitt. En mér langaði að víkja aðeins að annarri bók eftir John Stuart Mill sem kom út á íslensku. Það var komið út 3 bækur eftir hann í íslensku og sannleikurinn sagði þetta aldrei áhugavert að hann virðist hafa verið í miklum metum hjá Íslendinganýlendunni í Kaupmannahöfn á síðari hluta 19. aldari eins og gast því að báðar bækurnar Frelsið og Kúgun kvenna voru þýddar þá og Kúgun kvenna kemur út á íslensku árið 1900 og ég ger enga athugasemd megin niðurstöðu hans þar John Stuart Mills sem að konur eigi að hafa fullkomin rétt á við karla, pólitísk og atvinnuréttindi. Og raunar það svo að Hannes Hafstein var sennilega mikilvægasti kvenfrelsissinnan á Íslandi því að honum tekst með lagni, þó hann væri þá ekki ráðherra, að koma í gegn frumvarpum það að konur hefðu jafnan aðgang og karlar að embættum og störfum. Og það auðvitað mikilvægasta frelsið eins og ég bent á í rauninni mikilvægar heldur kosningarétturinn sem þú nýtir bara á 4 ára fresti og kenning Mills í Kúgun kvenna að við getum ekki annað en nýtt okkur alla þá hæfileika sem búa í kvenþjóðinni sem auðvitað alveg miklir hæfileikar og karlarnir eru með. Þannig að og þetta var nú raunar líka það sem Platón sagði í Ríkinu. En ég verð hins vegar að geta þess að ég einu sinni lagði fram fyrirlestur á ráðstefnu masculinity studies eða karlmennsku fræðum sem að ég gerði nú að gamni mínum. Og þar benti ég á það að nú á dögum þá væri dálítið einkennilegt að tala kúgun kvenna þegar á það væri að líta að karlarnir lifa 5 árum skemur en konurnar. Af þeim sem að sitja í fangilsum eru 5% konur og 95% karlar. Af þeim sem stytta sér aldur þá svona 85% karlar og 15% konur. Af þeim sem að þurfa að leita sér hjálpar vegna fíkniefna, neyslu eða ofdrykkju þá eru hlutföllin 20% konur og 80% karlar. Ef við lítum á þá sem að farast af slysförum, svo ekki sem minnst á stríð, þá eru miklu fleiri karlar en konur. Hvernig í ósköpunum getum við þá sagt það að konurnar séu kúgaður minnihlutahópur? Það ekki karlarnir frekar sem eru kúgaður minnihlutahópur? Eiga þeir ekki miklu erfiðara heldur en konurnar? Ég tala nú ekki núna þegar að 2/3 þeim sem útskrifast úr háskólanum
eru konur. Heyrðu, og svo tekið við talið mig, en svo tekið við það líka við skipuleggjaða ráðstefnara sem var Kristín Ástgeirsdóttir og hún sagði að það var bara fyrir einhver mistök sem honum var sleppt inn á þessa ráðstefnu. og ég vil nú játa það, mér finnst þetta sjónarmið mitt vera bara alveg gilt og það sé áhugjefni fyrir okkur. Konur ráða miklu betur við lífið en karlar. Eftir að hrátt vöðvaafl hætt að skipta máli. Þetta er svona kenning sem að ég held að sé rétt að hafa í huga og verkefni núna er hvernig við í ósköpunum getum komið í veg fyrir að drengjunum vegni svona miklu verr heldur en stúlkunum. Miðað við úrvalega kennurum við háskólan, þá er ekki vissum að það séu forréttind að fá útskrifast þaðan eins og þú heldur fram hér. En það er annað mál og fann ég nú fyrir því á sín tíma í deildinni, eða deildunum. Rétt í lokin Hannes, að því að við þurfum að opna nokkra spurningar hér líka. Frelsið, hvað er frelsi, hvar á maðurinn heim og hvernig búum við okkur mannsæmandi líf? Hvernig finnst þér frelsinu vegna? Þú ert búin að eyða núna 50 árum plús í þessa baráttu og oft í mótbyr en líka í meðbyr. Er okkur að takast að færast í átt til aukins frelsis eða er þetta einhver varnarleikur? Ég verð að viðurkenna persónulega, mér finnst við þokast frekar í öfuga átt þessa dagana heldur en hitt. Ég tvendur þetta að segja. Fyrratriði er að frelsi stórjókst í heiminum eftir fall kommunismans og það er þetta að mæla þetta, það hefur verið gert, það er til vísitala atvinnufrelsis og svo framvegis. Það hefur aðeins síð og ógeðum hlið síðustu árin en það er meira það að frelsisaukningin hefur stöðvast frekar en hitt að frelsi sé að minnka. En það eru samt ákveðnir bábúðar og ég held að menn skilji ekki alveg frelsið rétt. Sá sem að skilgreindi þetta best fyrir mig var Margaret Thatcher. Ég satt einu svona kvöldur með henni og ég ætla að leyfa mig núna aðeins að herma eftir henni. You see, what the people of the continent did never understand was the Anglo-Saxon concept of liberty under the law. Og þetta er alveg rétt hjá henni að frelsið er ekki bara frelsið sér, heldur er það frelsið innan marka lagana og innan marka siðferðis og það er það frelsið sem við eigum að rækta með okkur. Ekki lausung. Og eitt af því sem að ég gagnrýni dálítið í bókinni eftir sem að ég veit eins og er að ungt fólk hrífst aldrei af, það er þessi rómantíska einstaklingshyggja Mills. Hann er svo hrifinn af svona sérstæðum persónuleikum. En hvað hafa þeir lagt til lífsins? Ég er ekkert viss að þeir hafa gert neitt mjög mikið því. Það eru allt aðri menn sem gera það. Það eru framkvæmdamennirnir og vísindamennirnir og þeir sem skapa, sem leggja eitthvað gagnlegt til framtíðan er ekki fólkið sem að drekkur absint í einhverju rjáfrum í Parísarborg. Ég er ekki viss að Hemingway hafi verið sammála þessu, en það er annað mál. Eigum við að opna á spurningar hér úr sal, 2 kannski, áður en við skellum okkur á barinn. Vínstúkuna. Halldór Halldórsson, hann smíðaði orðið vínstúka af stríðni við stúkumenn bar. Hér er fyrsta spurning frá Ástóri Sigurvinnsinni, vinni mínum. Ástóri, ég stattu upp og kynntu þó ég sé búin að því og talaði hátt og snjallt. Við Ástór starfa sem Víðþjóð. Mín spurning til þín er að dæmi, við sjáum menningarstríð í vestri, við sjáum vaxandi óánægju og verst af öllu hrapandi fæðingartíðni. Er frelsið af hennu góða eða eitthvað sem það var yfirstíga? Ég held að eitt af því sem að mennum hefur yfirsést er það að það er eftirvill ekki eins mikið áhyggefni og ég held á tímabili þessi lægri fæðingartíðni vegna þess að vélmennin þau munu gera mjög margt sem að við gerum í dag og treystum að börnin okkar gera. En það er samt sem áður ekki hægt að treysta algjörlega á þau. Tökum til þess okkur sem eru orðin yfir 70. Ég held að ef við fáum vélmennin á heimili þá geta þau þrifið og matbúið en þau geta ekki annast okkur ef við erum mjög veik einhverju leyti. En ég held að þetta sé eitt af mörgu sem að muni leysast og ég held raunar að það sé að segja þetta eins og loftslagsmálin. Það er tæknin og það er vísindin sem leysa þetta en ekki boð og bönn.
Björn, Skorri, þú voru líka að kynna þig? Voru að tala eins hærra? Björn Skorri, ég er að velta um varðandi frelsið og tjáningar og bara málfrelsið og ég láta taka Antoni Scalia inn í það þegar við vorum að tala hvað skoðum og Antoni Scalia það var mjög sterkur skoðun þótt að væra ekki mót hans siðferði að eina þegar við komum þess inn á varðandi í dómstólar þeir fara að taka tillit til almenningsálits en það eigi bara að dæma eftir lagabóta og ekki neitt annað. Og það þýðir það að við hlustum ekki á almenningsálitið. Við getum sagt það sem alls staðar nema þegar við hóttar ofþekking. Hver er spurningin? Hver er skoðun þetta var John Stuart Smith Sko, Bentham, sem að var hans lærifæðir, sagði að mannréttindi væri nonsense on stilts eða vitleysa á háum hælum. Og nýtjastefnumenn, þeir viðurkenna ekki þessi human rights eða mannréttindi, almenn mannréttindi. Ég er sjálfur orðin dálítið efagjarn á þau, ég held að þau hafi sko verið toguð í öfuga átt. Ég er miklu frekar þeirra skoðunar að það sem við getum kallað einstaklingsbundið verndarsvæði, protected domains, séu miklu skynsamlegri. Og það er vegna þess sem að þú bendir hér á, að dómararnir eru hættir að dæma eftir lögunum, þeir eru farnir að mynda alls konar réttindi sem ekki voru til og engum datt í huga verið til. Eitt besta dæmið það er nýlugu dómur hins svokallaða mannréttindadómstóls Evrópu það að rosknar svissneska konur eigi stjórnarskrárvarin rétt til þess að yfirvöld í landinu taki tillit til eða gerir ráðstafanir til þess að koma upp fyrir hamfaralínun. Þetta er sko þarna er verið að draga rétt upp úr eins og töframennir gera með kanínurnar upp úr hattinum. Þetta er ekki neitt réttur. Þannig að það er farið að íkja og toga og teygja mannréttindahugtakið of. Þannig að ég myndi hverfa aftur að þeim rétti einstaklingarna sem leiða beininis af lögunum og það er ekki general human rights sem að sletti, heldur það protected domains eða verndarsvæði einstaklingarna það að við búum við lögverðin rétt á okkunnum sviðum eins og lögum mæla fyrir og dómararnir eiga að dæma eftir lögunum en ekki eftir eigin skoðunum og það er eitt í viðbót sem að minn elskulegi lærifæðir Friedrich von Hayek sagði nútíminn er að gleyma því að það sem við umberum þurfum við ekki að lofa eða mæla með. Að í íslenskri tungu þá er til tvö orð sem voru notuð dálítið í landhelgisdeilunum á svona 15. og 16. og 17. öld. Þá eru orðin þol og lof. Það er að segja, mönnum var þolað eitthvað en þeim var ekki lofað því. Svo var líka til það að þeim var leifta. Og það er svo margt í lífinu sem við eigum að þola á þess að við þurfum endilega að klappa fyrir því eða lofsyngja það. Og dómararnir eiga ekki að dæma eftir sem þeim líka best, heldur hafi í huga þessar gömlu skoðun að umbera eitthvað þó þú sett ekki samþykkur í. Og kannski ég má bæta við að ástæða þess að þessi menn eru yfirleitt æviskipaðir undirstrykar miklu frekar heldur nokkuð annað hversu mikil mörk við viljum setja þeim. Ef þeir væru ekki æviskipað þá kannski getur þeir leyft sér að bækslast meira en að því að þeir setja ævi langt allan í mörgum löndum að þá eru þeim sett mjög skýr mörk það hversu langt þeir mega ganga. Ein spurning en þarna er spurning og hún kemur ekki úr óvæntir átt en þú verður að lofa að hafa þetta bara stutt og skýra spurningu. Það sem að mér finnst áhugavert er það sem að fjallar konuna sína. Það er einhverja svona kynjafnitsmaður sem að hefði haldið að láta þetta senni samtíð. Svo deyr hún þegar hann er ekki hann búin að eitthvað á bókinu og hann lofsamar hana svo fallega. Hefði hún ekki að vera meðhöfundur eða eitthvað hvort hann hafi verið meðhöfundur og vita hversu mikið verk hans breyttist eftir að hún deyr. Það er bara
þetta er frábær spurning. Þess vegna auðsvarað að þessu hefur verið breytt núna í síðustu útgáfum og hún er gerða meðhöfundu og varða tímalaust og textafræðingar þeir hafa komist þeirri niðurstöðu að hún eigi miklu meira í frelsinu en áður var haldið og hún hafði mjög mikil áhrif á hann en hún hafði áhrif á hann meiri átt til sósíalisma heldur en til frjálslyndis. Þannig að þú varst ekki ánægð með hana. Já, svona, ég menna. Það er ein spurning enn, Bjarni Theodór hér, gjör svo vel. Bjarni T.H. Bjarnason, takk fyrir Hannes. Ég langar til að spyrja það út í annan mann sem að þú svona komstaðis inn á, Friedrich von Hayek. Og þegar ég var í menntaskóla las ég bókina Leiðina til ánauðar og það var þýtt á íslensku og ég man eftir að ég nánaði einhverjum vinstirmanni hana og hún skilaði sér aldrei, hann haldi að ég var að gefa honum hana sko. En erum við eins og Friedrich Hayek lýsti í bókinni. Já, virkilega. Erum við á leiðinni Vesturland til ánauðar eins og Friedrich Hayek var okkur við á þessum tíma? Svar mitt er nei og ég held að ástæðan til þess sé svo að kapitalismin, hann er, ég ætla að segja það á ensku, it's the only game in town. Það dettur ekki nokkur manni lengur í hug nema þá einhverjum örfáðum sérvitringum út í horni að taka upp miðstýrðan áætlunarbúskap með allri þeirri kúun sem honum fylgir. Þannig að ég er tiltölulega bjartsýnn á framtíðina en það er mjög margt sem þarf að gera og það er eins og kom hér fram í spurningunum áðan, það kraumar óanægja undir niðri til dæmis í Bandaríkjunum og Evrópu með það hvernig velferðarþjónustan hefur verið misnotuð af hælisleitendum og hvernig háskólanar hafa slíkt algjörlega og tengslum við upprunalegt hlutverk sitt og auðvitað er það líka þannig að kapitalismin, hann á sér fórnarlömb til skamstíma vegna þess að kapitalismin hann knýr okkur öll til að laupa hraðar, hann knýr okkur öll til þess að skipta störf ef að því er að skipta. Ég get nú sagt okkur litla sögu að því að þegar Milton Friedman kom til Íslands þá hélt Matthías Matthíasen honum boð í ráðherrabústaðnum og ég stóð við hliðina á gestgjafanum Matthíasi og kynnti hann fyrir og Milton Friedman og kynnti Friedman fyrir gestunum sem komu og svo kom eitt seðlabankastjórinn og ég sagði, jæja, prófessor Friedman, hér er nú maður sem yrði atvinnulaus ef yðar hugmyndir eru nú framkvæmdar á Íslandi því að þetta er seðlabankastjóri og þá sagði Friedman, nei, hann yrði ekkert atvinnulaus, hann yrði bara að færa sig í arðbærara starf og þetta er auðvitað það sem kapitalismin gerir, hann neyður okkur til að færa okkur alltaf í arðbærari störf en það er auðvitað ekki vinsælt, við erum kannski búin að koma okkur fyrir einhver stór út í horni, búin að gera eitthvað reiður þar og þetta veldur því að kapitalismin er oft óvinsæll en þó eins og óvinsæll þá sigrar hann alltaf á lokum vegna þess að hann leysur úr læðingi svo mikið sköpunamátt einstaklingana. Þannig að ég er, þegar á heildinni litið, þráttur alls konar atriði sem miður fara, þá er ég frekar bjartsýnn. Þú ert í þessar umræðin svo skarpt inn í brennunni, þú glottir við tönn. En Hannes, áður en við fellum talið endalega, þá var að koma út bók sem að þú hafði mikla aðkoma að. Ég hlót aflítið þegar ég blaðaði í gegnum hana. Þetta er 400 sína bók með 279 sína inngangi eftir þig. Höfundarnir komist einfaldlega ekki að. Segðu okkur aðeins frá þessu áhugaverða verki. Þetta er bókin, hún heitir Conservative Liberal Thought in the Nordic Countries og þar er ég með sýnisorn af hugsun, norrænna hugsuða, allt frá Ara Fróða til dansks lagaprófessors Poul Andersen. Það spannar sviðið og hún er frá 946 til 1945. Grundtvig er þarna, er það ekki? Hvað segirðu? Er ekki Grundtvig? Grundtvig, já. Og á hverju vel ég þessi ár, 946 og 1945. 946, þá verður Hákon Aðalsteins fóstri konungur í Noregi. Og hvað gerði hann árið 946? Hann skilaði
aftur öllum jörðunum sem Haraldur Harðráði faðir hans hafði tekið af bændum. Þannig að þetta er fyrsta einkavæðing á Norðurlöndum, 946. Og síðan er fyrsti höfundurinn í bókinni er Ari fróði, því að það eru fáið sem veitt í athygli vegna þess að allir einblína á orð Þorgeirs ljósmyndagoða árið 1000 á Alþingi þegar hann segir ef við slítum í sundur lögin, slítum við sundur friðin, þetta er svo vel mælt, en á undan þá segir Ari fróði, eða Þorgeir ljósmyndagoði í skrásetningu Ara fróða, við á Íslandi búum ekki við það sama og aðrir á Norðurlöndum, við erum ekki með konunga sem er að stunda hernað hver gegn öðrum eða leggja á þunga skatta. Þarna er þessi sérstæði Íslands sem er líka hjá Einari Þveræingi, þar kemur hún skýrt fram og síðan er ég með marga aðra höfunda og ég rek þetta allt til þess og ég er svo sannarlega ekki einn þessa skoðu mína. Ég rek þetta til germönsku arfleiðarinnar, sjálfstjórnar germönsku ættbálkana sem rómverski sakritarinn Tacitus skrifaði þegar á 1. öld eftir Krist og sem Montesquieu tók líka undir. Montesquieu, franski hugsuðurinn á 18. öldinni, hann sagði frelsið, evrópska frelsið, það á rætur að rekja inn í þýsku skóana, inn í germönsku skóana. Og þetta er svona hugmyndin á bak við bókina að það sé til norrænn menningararfur sem hafi verið vanmetinn vegna þess að við höfum allt og mikið einbeitt okkur að engisasneska arfinum sem er hliðstæður auðvitað og er samfellanlegur við norræna arfin. Og eitt í viðbót það, sumir hafa haldið því fram að Norðurlönd séu dæmi velheppnaða jafnaðarstefnu. En ég er þeirrar skoðunar að velgengni Norðurlandana hafi verið þrátt fyrir en ekki vegna jafnaðarstefnu. Og velgengni Norðurlandana, hún hvílir á nokkrum stóðum og ég geri grein fyrir þessu í formálunum. Í fyrsta lagi mjög sterkri lagahefð, rule of law. Í öðru lagi frjálsum alþjóðaviðskiptum, free trade. Meira þess að jafnaðarmennirnir þeir stunduðu frjáls alþjóðaviðskipti þegar þeir komast til valda. Og í þriðja lagi ákveðni samheldni og djúpu trausti sem myndaðist í aldana rás hjá Norðurlandaþjóðunum sem voru svipaðir hver annari. Þannig að skýringin á velgengni Norðurlandana er frelsin að marka lagana en ekki jafnaðarstefna. Í íslenskri menningu eftir Sigurð Nordal, fyrsta bindi, sem var nú reyndar eina bindi sem kom út, þar vísar hann í gamla frakkneska heimild, segir frá því þegar að víkingar koma að landi í Englandi. Nei, í Frakklandi. Í Frakklandi? Já. Ekki í Englandi? Nei, það var Rollo, það er að segja göngurhólfur, árið 911 og hérna konungurinn, franski, hann sendiboða á hans fund og sendiboðin hann biður að fá að tala við foringjan og þá segja víkingarnir við erum ekki neina foringja, við erum allir jafnir. Þessa sögu segir Sigurður Nordal eins og bendir á í íslenskri menningu og hann segir líka annað sem er mjög áhugavert og ég ætla nú ekki að fara lengja hérna fund mikið en það er að Egill Skallagrímsson hann hafi verið fyrsti einstaklingurinn. Því stundum haldið fram að einstaklingurinn hafi stigið út úr sögunni, út úr myrkri sögunar í ítölsku endurreisninni þegar allt morar allt í henni í einstaklingum. En í rauninu var Egill Skallagrímsson slíkur einstaklingur vegna þess að hjá honum var hann var fyrsta íslenska söguhetjan sem var með tilfinningalíf. Það kemur alveg fram í hvernig hann elskar konuna sína og hvað hann syrgir son sinn og svo framvegis. Hann er sko með innri slepen eða innra líf og ég held að Snorri Sturluson hafi ekki aðeins skráð hinn norræna menningararf sem var fólgin í því að konungum sé sett takmörk með lögunum, heldur hafa líka verið höfundur Íslendingasagnana því að Egils saga, hún er í rauninu upphafið að Íslendingasögunum, svo fyrsta og Jónas Kristjánsson hefur bent á það. Svona voru þessi menn, Íslendingar Hrollaugur, sem Hrollaugseyjar heita eftir, hann var í tíum við þetta fólk hann í Frakklandi, er það ekki? Við göngurhólfu á þessa menn. Þetta eru menn sem skildu mikilvægi þess að menn séu frjálsir og að menn séu jafnir. Við styðjum það, er það ekki Hannes?
Jú, en ætla sig ekki að fara að koma tími til þess að prófa kenningu Tómasar Guðmundssonar sem sagði að áfengið aldrei gert neinum manni meina fyrra bragði. Þess vegna komum við fyrir allavega hálftíma síðan með tvöfaldaginn og tónikhandaðir. Já. Þökkum Hannesi Hólsteini fyrir frábært spjall.